Í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 18. október. Við göngum til dagskrár og tökum fyrir fyrsta mál sem mannréttindastefna Reykjavíkurborgar og þá tekur borgarfulltrúi Líf Magneuðdóttir fyrst til máls. Virðulegi forseti og ágæta borgarstjórn fyrirgefið þessa töf. Hér erum við að fjalla mannréttindastefnuna í annað sinn og hún hér til samþykktar. Ég ætla svo sem ekki að fara yfir sérstaklega vinnuna en mig langar aðeins að koma inn á þær breytingar sem hafa þó verið gerðar og þá kafla sem þó eru nýir sem ég tel vera mjög mikilvæga. Ég held að það sé mjög mikilvægt að koma því í orð sem skiptir fólk máli og setja það á blað og raungera það síðan í framhaldinu. Þannig að svo það sé sagt eins og maður segir. En það þarf líka náttúrulega að gera hlutina og þetta stefnumarkandi plagg sem verður síðan unnið áfram með á vettvangi borgarinnar og innleitt allstaðar og kynnt. En svo ég fari nú aðeins yfir þetta, þá þriðji kaflinn sem snerist aldur. Þar í rauninni komum við meira inn á stöðu barna. Við gerðum þau sýnilegri í þessum kafla. Það var fyrst og fremst fjallað eldra fólk. En við tókum aldur sem frá í rauninu vöggu til grafar og fjölluðum mikið réttindi barna í þeim kafla. Það nýbreytni. Síðan komið í 5. kafla heilsufar. Þá settum við inn hópurinn líkamlegt atgervi. Okkur fannst mikilvægt að ávarpa það líka. Og svo komið nýr kafli, alfarið, holdafar og líkamsgerð. Það mjög mikilvægt að ávarpa fitufordóma í samfélaginu með mjög skýrum hætti. Í 7. kafla sem í rauninni fjallaði bara áður kynhneigð, þar setti hópurinn inn kynvitund, kyntjáningu og kyneinkenni sem mér finnast mjög góðar viðbætur og sér í ljósi þeirrar umræðu sem nú á sér stað réttindi hinsegin fólks og transfólks og öll þau hugtök sem á sveimi, fólk sem kýsa skilgreina sig ekki kyn, fólk sem kýsa að tjá ekki kyn sitt og svo framvegis, non-binary. Í 8. kafla sem voru trúarbrögð, þar bættum við inn lífsskoðunum og trúleysi og það líka mikilvægt að ávarpa það. Við erum ekkert öll trúuð og með nýlegri breytingu á Alþingi þar sem lífsskoðunarfélögin voru tekin inn samhliða trúfélögum, þá mikilvægt að færa þetta til þess vegar. Svo ég haldi áfram. Þá settum við líka nýjan kafla sem umhverfi og öryggi og Reykjavíkurborg sem samstarfsaðila og verkkaupa. Og allt helst þetta í hendur við mannréttindi fólks. Við þurfum að búa við frið og öryggi og við þurfum að búa í aðstæðum sem valda okkur ekki skaða. Og þá mikilvægt að taka umhverfisþáttinn þar inn. Við viljum búa í heilnæmu umhverfi, anda okkur hreinu lofti, drekka ómengað vatn og almennt að búa ekki í aðstæðum sem ógna lífi okkar og heilsu. Við höfnum stríði, við erum herlaust land og svo framvegis. Og ég tel þessar breytingar á mannréttindastefnunni vera til bóta, en við ræddum þetta auðvitað
rétt fyrir sumarfrí og þá var beðið frestun á þessu af því að það voru gerðar athugasemdir. Við fórum yfir þær athugasemdir og endurskoðunarnefndin samþykkti þær sem voru svo sannarlega til betri vegar. Þannig ég held að minnsta kosti skilaði nefndin af sér og var sátt. Við gerðum þó nokkra málamiðlanir auðvitað í nefndinni eins og gengur og gerist, en við fórum öll sátt frá borði. Nefnd sem skipuð var mér sem formanni, Sabine Leskopf frá Samfylkingunni, Kjartani Jónsssyni frá Pírötum, Magnúsi Sveinbjörnssyni frá Sjálfstæðisflokknum, Ragnari Hanssyni frá Bjartri framtíð og Jónu Björgu Sætran frá Framsóknar og flugvallavinum og Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur einnig, en hún fór síðan í fæðingarorlof áður en við kláruðum endurskoðunina. Ég held að í allri þeirri stefnumörkun sem að Reykjavíkurborg hefur gert, þá tel ég að við getum fléttað mannréttindum þar inn alls þar. Það nefnilega þannig að réttur hvers manns að vera ekki misþyrmt eða hann kúgaður eða niðurlagður eða beittur ofbeldi, myrtur eða rændur. Og þetta held ég að við eigum að hafa alltaf í heiðri, sama hvað við erum að fást við eigum að virða mannréttindi og ég hlakka til umræðuna hér á eftir. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson næstur á mælendaskrá. Frú forseti, ég kem hér upp til að þakka kærlega fyrir þá vinnu sem unnin hefur verið við endurskoðun mannréttindastefnu borgarinnar. Eitt af verkefnum nýs meirihluta, meirihlutan sem tók hér við vorið 2014, var að ráðast í þessa vinnu sem hófst strax haustið 2014. Ég var sæti í mannréttindaráði og hef þannig geta fylgst með störfum hópsins sem kom að endurskoðuninu og veit að hér hefur verið vandað mjög til verka. Fjölmargir fundir hafa verið haldnir og stýrihópurinn fékk mikið af gestum til sín og álits og athugasemda var leitað víða. Drögin voru tilbúin eins og hér kom fram áðan til samþykktar í júní síðastliðnum en afgreiðslunni var frestað fram yfir sumarfrí. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur leitt þessa vinnu og með það að leiðarljósi að virkja sem flesta og leita ráðgjafar víða auk þess sem upplegg hennar var að endurskoðunarvinnan yrði unnin í þverpólitískri sátt og þegar það uppleggið þarf við að taka mið að sjónarmiðum allra og gera málameirun eins og hún minntist á hér áðan. Líf og hópurinn allur sem kom að vinnunni á mínu mati hrós skilið fyrir plaggið sem hér liggur fyrir. Mannréttindastefnan er jafnréttisstefna borgarinnar. Jafnréttislög leggja sveitarfélögum ýmsar skyldur og herðar. Þannig sveitarfélögum skylt að skipa jafnréttisnefndir að loknum sveitarstjórnarkosningum en hlutverk nefndanna að vera ráðgefandi fyrir sveitarstjórnin í málefnum varða jafnrétti. Mannréttindaráð þannig jafnréttisnefnd Reykjavíkurborgar. Þessi staðreyndi vill oft týnast í umræðinu og stundum við tala þessi málöll með mjög óábyrgum hætti þar sem meðal stjórnmálamenn kynda undir staðhæfingar sem einfaldlega rangar eða vísvitandi ekki leiðréttar. Leyfa þeim að hanga óáreittum. Stundum talað gæluverkefni í þessu sambandi og mannréttindaskrifstofa borgarinnar af ýmsum flokku þannig sem vel yfir meðalagi hallærislegt þegar blasir við að skrifstofan vinnur mikilvæga vinnu þvert á borgarkerfið og veitir starfsmönnum og borgarbúum ráðgjöf sem byggir á þeirri breiðu þekkingu á málaflokknum sem til staðar á skrifstofunni. Stefnan sem hér liggur fyrir endurskoðun á fyrri mannréttindastefnu sem var fyrst samþykkt fyrir 10 árum eða árið 2006. Þá var jafnréttisnálguninni víkkuð út með fókus á meira en kynjajafnrétti. Samþykkt stefnunnar markaði þá tímamót því þá var skýrt kveðið á að mannréttinda og jafnréttissjónarmið skyldu höfð á leiðarljósi innan alls stjórnkerfisins. Þar munar mestu að jaðarsettir hópar voru nefndir á nafn en ekki afgreiddir sem eitthvað annað. Með þeirri aðferð var búið til rými fyrir tiltekna hópa í allri umræðu. Að auki var yfirlýst markmið
að með þessu myndi skapast skilningur milli hagsmunahópa og um leið auka líkur á að tekið væri á málefnum allra hópana. Þannig hefur verið bent á að mannréttindastefna Reykjavíkurborgar hafi rutt brautina og borgin hafi þannig stigið ákveðnari skref en ríkið og borgin hafi opnað fyrir umræðu meðal annars transfólk í jafnréttisfræðslu í skólum vegna þess að transfólk var nefnt á nafn í endurskoðaðri útgáfu stefnunnar frá því fyrir nokkrum árum. Á opnum fundi Mannréttindaráðs í desember 2014 kom fram í erindi Þorgerðar H. Þorvaldsdóttur sem doktor í sagn- og kynjafræði skilgreining á hugtakinu mannréttindaborg eða mannréttindasveitarfélag. Þar vísaði hún í fræðimennina Barböru Óman og Mortís Baumgartel. Með leyfi forseta, þéttbýliskjarni eða sveitarfélag sem með skýrum hætti byggir stefnu sína á mannréttindum eins og þau eru útlistuð í alþjóðlegum sáttmálum og marka sér þannig sérstöðu á meðal annarra sveitarfélaga. Tilvitnun lýkur. Þetta er raun ekki flóknara en það og stefnan sem hér liggur fyrir og við tókum ágætis umræðu júní síðastliðnum og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir fór hér yfir áðan. Þetta er raun ekki flóknara en það. Reykjavík er mannréttindaborg og Reykjavík verður áfram mannréttindaborg þar sem við fögnum margbreytileikanum. Þess vegna er ég eins og áður hefur komið fram þakkláttur fyrir þá stefnumörkun sem hér liggur fyrir og ég vona að borgarstjórn öll sameinist að samþykkja stefnuna hér á eftir. Takk. Það er borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Þetta er mikilvæg umræða og ágætis stefna sem við höfum hérna drög að. Við erum með nokkrar athugasemdir og þá breytingatillögur. Fyrir það fyrsta að þá er það undir kaflanum tjáningarfrelsi. Undir lið 1.3. Þar þykir okkur að það hafi farið of víðtækt gagnvart tjáningarfrelsi starfsmanna utan starfs og rauninni bara ekki alveg nógu skýrt hvorki textinn eða hver tilgangurinn sé og hæpið að standist svona lög og reglur hvað þetta varðar. Þannig í því ljósi að hafa það bara eins skýrt og skilmerkilegt eins og svona stefna verður að vera til þess að vera til sem mest gagns að þá leggjum við til að það verði settur punktur í næstsíðustu setningu þar sem að segir því ber starfsfólki að forðast að aðhafast nokkuð sem brýtur í bága við mannréttindastefnu borgarinnar að varpa geti rýrð á störf þess að þar klárist setningin en haldi ekki áfram það sem segir bæði innan starfs sem utan þess og næsta setning falli einnig út þar sem að stendur ekki verður vikið frá þeirri vernd og virðingu sem alþjóðlegir sáttmálar og mannréttindaákvæði stjórnarskrár lýðveldisins kveða á með vísan til tjáningarfrelsis. Þetta munum allt taka saman og sjálfsögðu og senda, en bara til þess að ítreka það okkur þykir að fyrri partur setningarinnar kemur því ágætlega frá sér að sjálfsögðu ber starfsmönnum Reykjavíkurborgar að sinna af alúð og virðingu í öllum sínum störfum gagnvart öllum borgarbúum og öllum þjónustuþegum borgarinnar og við teljum að með því sé því mætt en að öðru leyti sé kannski óþarfi að flækja það eitthvað frekar og ég tala nú ekki ef að það er kannski ekki alveg lagalega kýrskýrt eins og maður segir. Í öðru lagi að þá gerum við örlitlar athugasemdir undir kaflanum sem að heitir 213, þannig númer 213 ofbeldi sem er auðvitað mjög mikilvægt. Okkur þykir umræða það sem að í svona stefnu sem tala nektar dansstaðir eins og það segir. Þetta er annað kannski svona lögfræðilegt mál hvað það þýðir nákvæmlega og á hvaða tíma og hvernig það breytist. Þannig að í staðinn fyrir að taka það fram þá viljum við gjarnan og teljum að sé við hæfi í svona stefnu að hafa fókusinn á kynferðisofbeldinu sem getur þrifist á svona
stöðum og leggjum það til að í stað þessa myndi setningin hljóma: Reykjavíkurborg einsetur sér að vinna gegn hvers kyns kynferðislegu ofbeldi og mansali. Af þeim sökum er mikilvægt í samvinnu við lögreglu að sporna gegn rekstri staða þar sem kynferðisofbeldi þrífst. Þannig að við teljum að með þessu sé verið að setja fókusinn á ofbeldið, sem er auðvitað það sem við viljum öll sporna gegn, og það sé þaðan sem að skilgreiningin er sprottin, í staðinn fyrir að fara kannski í hártoganir með heiti á stöðum og starfsemi sem að gæti flækt og svona gert óskýrari tilganginn sem við vitum öll að sporna gegn ofbeldi. Þannig við gerum þetta að okkar tillögu. Þetta snúi sem rekstur staða þar sem kynferðisofbeldi þrífst. Í þriðja lagi, varðandi trúarbrögð og trúfrelsi, þá viljum við árétta, við erum sammála, þetta er undir grein 8.3.2, þar sem segir: mikilvægt er að ekki sé gengið út frá því að allir aðhyllist sömu trú eða séu trúaðir, þó að hefðbundnar trúarhátíðir lútersku kirkjunnar séu haldnar hátíðlegar samkvæmt íslenskum landslögum. Við gerum engar athugasemdir við þetta og auðvitað er það algjörlega sjálfsagt og eðlilegt og mikilvægt að enginn sé þvingaður í einhvers konar athafnir á vegum einhverra trúarbragða, og við erum öll sammála því. En við teljum að með þessari setningu, eins og þetta sé orðað, sé ekki verið að girða fyrir til dæmis þær kirkjuferðir sem hefur verið að fara á aðventu í þá samhengi við trúarhátíðina jólin. Þannig að við vildum koma hérna upp og taka fram að ef það er einhvers konar mismunandi skilningur á þessu ákvæði, sem að ég held nú að kannski endilega ætti ekkert að vera, en við teljum að þarna sé bæði búið að girða fyrir að það sé sjálfsögðu ekki gengið út frá því allir aðhyllast sömu trú, en það sé ekki girt fyrir að varðandi þau jól sem eru haldin að skólarnir geti sinnt því að einhverju leyti fyrir þá sem það vilja. Að öðru leyti erum við bara glöð með þessa mannréttindastefnu og það er auðvitað mikilvægt að hún sé vel úr garði gerð til þess að það sé hægt að byggja á henni til framtíðar. Það eru auðvitað einstaka önnur atriði sem við hefum kannski viljað sjá orðalagsbreytingar á eða aðrar áherslur eða annað, en við teljum að þessi 3 atriði sem ég nefndi hér séu kannski það einna mikilvægust, og leggja áherslu á þá að öðru leyti sættum okkur við hinar athugasemdirnar og öðru leyti erum bara sátt við þetta allt saman. Þannig að takk fyrir. Þá er borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu, einnig lokið við það að gera grein fyrir þeim breytingartillögum undir þessum lið, en þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar bara rétt að heyra í borgarfulltrúnum Hildi Sverrisdóttur hvað það er sem að hún setur sig á móti við setninguna og með leyfi forseta: ekki verður vikið frá þeirri vernd og virðingu sem alþjóðlegir sáttmálar og mannréttindaákvæði stjórnarskrár lýðveldisins kveða á með vísan til tjáningafrelsis. Og síðan langar mig að vita afstöðu borgarfulltrúans á lögum veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Í 4. grein stendur: á veitingastöðum er hvorki heimilt að bjóða upp á nektarsýningar né með öðrum hætti að gera út á nekt starfsmanna eða annarra sem á staðnum eru. Hvað hún fellur sig ekki við að nefna nektardansstaði í stefnunni, og ég ætla ekki að fara út í túlkanir hér eða hina árlegu jólaumræðu. Þetta verður Sjálfstæðisflokkurinn að eiga við sjálfa sig. Það er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, takk fyrir þetta. Það er algjörlega sjálfsagt að ég hélt ég hefði gert það áðan, ég biðst afsökunar, ég gerði það ekki nógu skýrt. Varðandi tjáningafrelsis, þessi setning sem segir ekki verið vikið frá þeirri vernd og virðingu sem alþjóðlegir sáttmálar og mannréttindaákvæði stjórnarskrár lýðveldisins kveða á með vísan til tjáningafrelsis. Bæði er þetta mjög óskýr setning. Ég gef mér að þarna sé verið að vísa í að
þau réttindi gagnvart ýmis minnihlutahópum sem verða fyrir hatursorðræðu, þau njóta verndar samkvæmt mannréttindasáttmálum, en þeir eru alltaf takmarkaðir af tjáningarfrelsi, þannig að það má skilja þessa setningu að þarna sé í rauninni verið að reyna að taka fyrir það hvernig sú vernd takmörkuð af tjáningarfrelsinu miðað við hvernig þetta orðað, og þetta auðvitað lögfræðilegt efni og við bárum þetta undir lögfræðinga sem tóku undir að þarna væri kannski verið að fara bæði svolítið svona óskýrt og rauninni út fyrir þá vernd sem alþjóðlegir sáttmálar veita, og miðað við þá stefnu sem við erum að setja hér og að hún á að vera skýr og að við þurfum ekki einmitt að standa í því að vera að takast á lögfræðilegan skilning á henni, að þá er það til á okkar þetta sé einfaldlega tekið út. Það í fyrri part setningarinnar komið skilmerkilega frá sér því sem þetta snýst að starfsfólk borgarinnar, og það hægt að setja þetta starfsreglur þær að þeir sýni í öllum sínum störfum virðingu og mæti öllum af virðingu. En að öðru leyti sé þarna lagalega verið að fara óþarflega langt og því leggjum við til að það sé tekið út. Varðandi nektardansstaðina þá teljum við bara að fókusinn eigi með réttu að vera á kynferðisofbeldi þar sem það undir þeim kafla. Þetta svo sem ekkert hitamál fyrir okkur, en okkur þykir réttar að í öllu svona sé fókusinn á hvað sem starfsemin eða staðirnir heita, að fókusinn sé á kynferðisofbeldinu sem við viljum öll spyrna gegn. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið við að svara andsvari, og forseti vil minna borgarfulltrúana á að senda breytingatillögur til okkar, og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Já, takk fyrir þetta. Í inngangskafla mannréttindastefnunnar stendur: mannréttindi eru varin í stjórnarskrá Íslands sem og fjölmörgum mannréttindasáttmálum og yfirlýsingu sem Íslendingar eiga aðild að. Þessi tiltekna setning hér sem við erum að ræða í rauninni vísun í þennan inngangskafla. Þetta ekkert eitthvað lagatæknilegt, þetta staðreyndin. Við byggjum mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar á þeim sáttmálum sem þegar hafa verið samþykktir. Þannig að þarna bara verið að hnykkja á því sem við höfum þegar gengist við. Þetta ekkert óskýrt. Það ekkert verið að takmarka tjáningarfrelsi tiltekinna hópa. Mér finnst þetta vera pínu hringskýringar. Ég átta mig ekki alveg á af hverju borgarfulltrúin andsnúin þessari setningu. Varðandi nektardansstaðina, þá það til tugir þúsunda rannsóknar sem að sýna það að þarna þrífst vændi og mansal og ofbeldi. Og við segjum, auðvitað erum við að sporna líka gegn ofbeldi á öðrum stöðum. Við ætlum að vinna að því, en við ætlum að taka þetta sérstaklega fyrir. Og það stefnumörkun sem að Reykjavíkurborg hefur farið í. Við viljum ekki nektardansstaði vegna þess að það þrífst vændi og mansal. Og þetta þurfum við að ávarpa. Þess vegna vil ég hafa þetta í mannréttindastefnunni. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá andsvörum lokið og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir næst á mælendaskrá. Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Ég þakka fyrir að drögin að mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar séu núna til umfjöllunar, en mér þykir miður að ég hafi því miður ekki verið í þeim umræðum sem áttu sér stað í borgarstjórn, líklegast áður en ég sneri úr fæðingarorlofi. En ég lagði af stað í vinnuna með hópnum strax á nýju kjörtímabili, en það hefur náttúrulega dregist mjög mikil þessi vinna, og mér finnst svolítið vegna þess að það átti náttúrulega að skila við áttum að skila af okkur 30. apríl 2015 þessari vinnu, og því miður þá finnst mér svolítið eins og stefnan beri það með sig að hún hafi tekið, ég ekki að segja þessi slæmt að vera lengi að vinna, heldur hún hafi tekið og langa að vinna. Það ákveðnar svona, þess að ég búið að vera að setja plástra inn í vinnuna.
Ég með nokkrar spurningur. Ég þakka fyrir borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttur fyrir að fara vel yfir þá hluti sem voru nýir og það eru mjög margt sem til bóta og mjög áhugavert að við skulum vera að taka á í Reykjavíkurborg. En það eru nokkrar spurningar sem að ég myndi vilja fá svör við. Og fyrsta lagi til hvaða hagsmunaaðila var leitað í samráðsferlinu við gerð endurskoðun mannréttindastefnunnar og var leitað til einhverjar, óskast upplýst hvort það hafi verið leitað til einhverjar trúar- og lífsskoðunarfélaga sérstaklega. Ég veit að minnsta kosti þegar ég var í störfi nefndinni að þá voru við að fá formann Öryrkjabandalagsins til okkar og við fengum frá Samtökum 78 minnir mig og nokkrum öðrum en það nú eins og segja það svolítið langt liðið, fengum nokkur aðeins, mér langar að fá frá borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur svör við þessu. Síðan sem lögfræðingur að lesa yfir mannréttindastefnuna þá finnst mér eins og hún hafi ekki verið lesin yfir til dæmis af skrifstofu hjá borgarlögmanni. Og mér langar að spyrja hvort að það hafi verið gert og ef ekki að skrifstofu borgarlögmanns þá til hvaða lögfræðisviða borgarinnar, hver var þá til aðstoðar þarna við þessa vinnu. Ástæðan til dæmis sú að það eru ákveðnar, það vísað til dæmis bara í inngangnum, þá vísað til jafnræðisreglunar. Það eru til margar jafnræðisreglur, við með jafnræðisreglur stjórnarskrárinnar, við með jafnræðisreglur stjórnsýslulaganna, það eru jafnræðisreglur mannréttindasáttmála, erum við að vísa til einhverja ákveðnar, hún þarna notuð með greini og þá til hverra. Það meðal annars vísa til að mannréttindastefnan byggist á jafnræðisreglunni og síðan lagði til grundvallar barnasáttmála og samningu Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Og mig langar að spyrja borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur hvort að það breyti einhverja nú sé búið að fullgilda það sé búið að fullgilda samninginn réttindi fatlaðs fólks. Síðan rak ég augun í það og í inngangnum að þá rætt trúarbrögð og trúleysi og mér finnst það mjög gott. Það að allar manneskjur með leyfi forseta, allar manneskjur fá notið mannréttinda án tillits til uppruna, þjóðernis, stéttar, tungumáls, trúarbragða, lífs- og stjórnmálaskoðana og trúleysis. Þetta stangast að ákveðnu leyti við minnum í áttunda kafla, þar sem að þar talað óháð trúleysi og þar talað trúarskoðanir. Málið að trú okkar allra tengist ekki endilega trúarbrögðum. Við getum trúað eitthvað sem ekki trúarbrögð og við getum líka trúað ekki, en við getum samt trúað sem sé trúarbrögð. Þannig að mér finnst svo óvandað orðalagið í þessu. Það eru andstæður í inngangnum og síðan í undirköflunum hvað varðar þessa hugtakanotkun. Það fjallað jafnréttislög sem fjalla svo sannarlega jafnan rétt karla og kvenna. En síðan erum við að tala réttindi allra kynja. Og ég kannski óska bara eftir að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttur komi upp og útskýri fyrir okkur hvernig það sé hægt að fara saman þá lagalega að við séum að tala jafna rétt allra kynja en vísa síðan alltaf í jafnréttislögin sem eru samt sem áður bara jafnrétti karla og kvenna. Verið að vísa einhvern leyti til þess að jafnréttislögin séu einhvern leyti ómarktæk eða það bara barst síns tíma og þá er bara ágætt að fá það upp. Á blaðsíðu 2 þá talað að Reykjavíkurborg virði tjáningarfrelsi starfsfólks með leyfi forseta og
því virðast hafa verið settar verulega skorður samanber ummæli mannréttindastjóra og fyrirspurna sem borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir gerði í mannréttindaráði þar sem að fjölmiðlar vöktu athygli á því að það væri haft eftirlit með tjáningu starfsfólks. Síðan það sem sagt það sem ég velti fyrir mér Reykjavíkurborg sem samstarfsaðili og verkkaupi. Þá talað Reykjavíkurborg að leggja jafna áherslu á allir þeir sem hún eigi viðskipti við virði mannréttindi og mér finnst þetta mjög gott. En hvernig þetta tryggt og hver skilgreiningin á viðskiptunum? Það kaup og sala eða það sem endurgjald kemur fyrir eða það einhverju leyti viðskipti þú til dæmis án endurgjalds og föllum við þá undir til dæmis styrkir þar? Og hvernig ætlum við að fylgjast með þessu? Við til dæmis, núna mjög mikill uppgangur í byggingariðnaði og það hafa verið umræður það hvernig starfsaðstöðu þeirra aðila sem eru að vinna í byggingavinnu og margir hverjir eru af erlendu bergi brotnir, hvernig því háttað. Nú erum við að bæði úthluta og selja lóðir, við eigum í viðskiptum við þessa byggingaverktaka. Höfum við einhver tækifæri að fylgjast með því hvort þeir séu að virða mannréttindi þessara einstaklinga sem hjá þeim vinna. Ég velti þessu bara upp akkurat núna því að mannréttindastefnan á að vera og þarf að vera lifandi plagg sem tekur á þeim atriðum sem í gangi í samfélaginu hverju sinni. Þannig að öðru leyti þá ætla ég að langa mig að fjalla hérna í öðrum kafla jafnrétti kynjanna og þar sem segir með leyfi forseta markvisst skal unnið gegn allri mismunun og hamlandi áhrifum staðlaðra ímynda kynjanna. Ég óska eftir bara umræðu hver eru hamlandi áhrif staðlaðra ímynda kynjanna og hver eru þá eðlileg áhrif staðlaðra ímynda kynjanna. Hvaða mælikvarði á þetta? Það ákveðnu leyti, þetta bara umræða sem að mér finnst allt í lagi að við tökum hérna í borgarstjórn. Nú, undir lið 221 að þá erum við einhverju leyti að skjóta okkur þar í fótinn þar sem segir með leyfi forseta við ráðningar og ómilda mismunandi kynjum á grundvelli hjúskapar eða fjölskyldustöðu þungunar, ættleiðingar, hugsanlega barneigna eða annarra þátta þar sem ættleiðingin hafa kynbundnir einkahægir hafi áhrif. Fyrir 10-15 ára voru kynbundnir einkahægir örugglega það að konur voru óléttar og voru að eignast börn en núna náttúrulega eru karlmenn að ættleiða börn og eru að og eignast börn í tæknifrjóvgunarferli sem eru þeirra börn og ég hugsa kynbundnir einkahægir kannski á þetta jafnt stöðu karla og kvenna og ég ætla að vona að það sé sameiginlegur skilningur okkar borgarfulltrúa á því. Það truflaði mig að sjá lið 223 þar sem svo ég fari nú að sinna pólitíkina þar sem segir fólk af öllum kynjum skal njóta sambærilegra kjara og réttinda. Við erum að leggja þetta hérna fram en það algjörlega hægt að nefna það að við hjá Framsókn og flugvallavinum við lögðum fram tillögu þess efnis að það ráðist í aðgerðir til þess að jafna hlut til dæmis karlkyns kennara í grunnskólum borgarinnar. En þeirri tillögu gat meirihlutin ekki samþykkt, þetta kom fram með breytingatillögu sem hefur bara týnst. Þannig ég spyr hvert vægið á bak við svona yfirlýsingar þegar við höfum síðastliðin 2,5 ár hérna í minnihlutanum í borgarstjórn komið fram með nokkra tillögur sem að miða einmitt að þessum þáttum en virðast að engu hafðar. Erum við að fara að samþykkja hérna einhverja mannstefnu sem bara strax farin að ganga gegn sér vegna þess að einhverja góða tillögur hafa komið frá minnihlutanum í gegnum tíðina? Ég fagna mjög því sem talað í 3. kafla varðandi aldur og það sem sérstaklega tekið á stöðu barna og
Ég vek athygli á að ég tel að mjög mikilvægt í 5. kafla þar sem að Reykjavíkurborg sem atvinnurekandi í lið 5.2 að þar sé sérstaklega vísa til að það megi ekki mismuna án málefnalegra ástæða, að það megi ekki hafa áhrif á atgervi einstaklingsins hvað varðandi ráðningu, kjör eða uppsagnir. En það var nú bara í fréttunum í síðustu viku þegar að fatlaðri konu henni var hálfpartinn vísað út úr atvinnuviðtali hjá borginni. Varðandi 8. kaflann þá er ég þegar búin að fara fram með það sem ég tel með varðandi trúar, lífs, stjórnmálaskoðanir og trúleysi. Varðandi 8.2.4. Ég óska eftir að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir komi hérna og útskýri fyrir okkur á eftir, eða aðrir borgarfulltrúar eftir atvikum, hvað átt sé við með þessu, með leyfi við borgarstjóra, ástundum trúarbragða og tjáning stjórnmálaskoðana má ekki trufla starfsemi á vinnustað. Það er alltaf spurning náttúrulega hvenær stjórnmálaskoðanir trufli starfsemi á vinnustað. Ég er bara að sjá fyrir mér hérna aðstæðurnar, en erum við að tala ástundum trúarbragða? Þú veist, hefur það eitthvað gerst hjá Reykjavíkurborg að fólk sé að fara að sinna bænakalli eða skunda í kirkjur eða eitthvað slíkt á vinnutíma? Er þörf á þessu ákvæðu og langar bara að fá viðbrögðin við því? Þá er það í 12. kafla, kafli 12.3, þar sem er sérstaklega talað að mannréttindaráð geti krafið styrk þegar greinargerð og ráðstöfun styrks til að fylgjast með því hann sé nýttur og jafnréttisgrundvelli eigi það við að erum við með tengingu við einhver viðskipti þarna, er þetta enn og aftur bara styrk, hvernig eigum við að fylgjast með þessu? Og hvaða tillögur eða hvernig sér borgarfulltrúinn sem mælir fyrir stefnunni hérna að það virki í reynd. Síðan er það rétt að lokum að þá er í kafla 14.5 og 14.6 að þá er tiltekið hvað það er sem mannréttindaráði ber að gera og síðan hvað mannréttindaskrifstofu ber að gera. En ég velti fyrir mér og vildi kannski fá skýringar á því hvað er það hérna sem vinnur saman og hvernig skarast þetta og mér er ekki kunnugt það að það sé enn búið að ganga frá samþykktum verkaskiptingu kjörinna fulltrúa og embættismanna og hvort að það hefði gert að meðan ég var í fæðingarorlofi. Ég bara náði ekki að athuga það fyrir fundinn en ef að hún liggur aftur á móti fyrir tekur þessi skipting þá tillit til þeirra vinnu. Nú, ég óska líka eftir því að við ræðum það þegar við erum að setja fram drög að mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar, hvort að hlutverk mannréttindaráðs sem samkvæmt lið 14 sem ég var að fara yfir hérna 14.5 sko sé einverðingu bara til þess að sjá til þess að stefnun sé fylgt eftir og kynna stefnuna. Og í þessu tilliti þá vil ég vísa til þess að við í Framsókn og flugvallavinnu lögðum fram tillögu breytingar á samþykktum mannréttindaráðs til þess að auka einmitt frumkvæðisskyldu þessa ráðs. Það virðist vera að samkvæmt þessu að þá sé eina hlutverk mannréttindaráðsins að setja stefnuna og kynna hana. Og ég sakna þess mjög að sjá ekki, náttúrulega þessi tillaga okkar hafi ekki verið samþykkt á sínum tíma, að það sé meiri frumkvæðis heimildir í samþyktunum fyrir hönd mannréttindaráðs. En ég lýk þessari yfirferð minni hér og óska eftir að borgarfulltrúinn komi bara upp í aðra ræðu frekar en í andsvar því ég held að 2 mínútur séu og stuttar til þess að velta þessu upp.
Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Skúli Helgason næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi nú fyrst og fremst koma upp og lýsa yfir ánægju minni með þessa miklu vinnu sem hér hefur farið fram á endurskoðun á mannréttindastefnu borgarinnar og sérstaklega þakka fyrir þær viðbætur sem hafa verið gerðar varðandi börn og ungmenni í borginni, mjög mikilvæg atriði sem að koma fram í 3. kafla sem fjallar aldur. Þar eru mikilvægar sagnir eins og þessi að ávallt skuli hafa í forgangi það sem að börnum og unglingum fyrir bestu þegar gerðar eru ráðstafanir á vegum félagsmálayfirvalda eða stjórnvalda, og ég held að þó að þessi setning sé stutt að þá hafa hún heilmikla þýðingu, sérstaklega í skólakerfi eins og við erum að vinna inn í borginni og svo sem út allt land sem að rótgróið, byggir á rótgrónu skipulagi og stjórnkerfi sem að segja má að tíminn hafi helgað. Það megi vel halda því fram og hefur verið gert að þetta sé kerfi sem að einmitt hafi ekki endilega verið byggt upp með þarfir barna og ungmenna í huga. Og það kannski svo áskorun sem að mætir okkur á hverjum degi í okkar störfum að vega þá og meta að hve miklu leyti erum við að þjónusta börn og ungmenni í borginni og svo sem þetta á við landið allt með þeim hætti sem að þjónar best hagsmunir þeirra. Ég fagna líka þeirri áherslu sem að þarna dregin fram að við leggjum áherslu á rétt barna til að mynda sér sínar skoðanir og láta þær í ljós í málum sem þau varða. Og við höfum lagt mikla áherslu á þetta atriði undanfarin 2 ár, núverandi meirihluti. Það endurspeglast í þeirri áherslu sem við leggjum á barna og ungmenna lýðræði, kalla þetta nemendamiðað skólastarf, og það hluti af þessari sömu hugsun að við viljum að börn njóti sín sem best í skólastarfinu, og það sé kannski ein öflugasta leiðin til þess að sporna við því sem að sérstaklega tiltekið í kafla 3.2 og lið 3.2.6 sem að þetta að með því að virkja öll börn og ungmenni til þátttöku í samræmi við aldur og þroska þá eru við ekki síst að sporna gegn brotthvarfi nemenda bæði úr námi og skipulögðu íþrótta- og frístundastarfi. Það stórt atriði í okkar skólakerfi, eitt af sérkennum okkar skólakerfi, hvað brotthvarfi hefur verið mikið, og við höfum tekist á við það svolítið á forvarnarhliðinni með því að reyna að breyta áherslum í grunnskólunum til þess að draga úr líkum á því að börn eða ungmenni taki ákvörðun síðar meir á lífsleiðin að gefast upp í náminu. Nú, rétt vekja athygli á síðasta kaflanum sem að fjallar verkaskiptingu og ábyrgð, og þar eru nokkur atriði sem eru dregin fram, til dæmis að fræðsla og umfjöllun jafnréttis hluti af skóla- og frístundastarfi og ábyrgð stjórnenda skóla- og frístundastarfs að sinna þessum þætti. Jafnréttisskólinn sem að rekin á vegum skóla- og frístundasviðs held ég gott dæmi þann metnað sem að þar á bæ að sinna þessu vel, og þarna líka athyglisvert ákvæði það að í námi og starfsfræðslu sé sérstök áhersla lögð á að kynna öllum nemendum störf sem að hingað til hafi verið litið á sem hefðbundin kvenna- eða kallastörf. Kannski ágætis brú yfir í næsta mál á dagskránni hjá okkur sem að fjallar kennarastörfin, en þar mikið verk að vinna, ekki síst leikskóla kennara megin, þar sem að staðan ennþá þannig að yfir 90% af leikskólakennurum eru konur. En ég ítreka þakki fyrir þessa góðu vinnu og vona að við náum að sameinast þessa stefnu hér í dag. Það borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og síðastur á mælendaskrá borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, þetta aldeilis spurningaflóð. Það hefði verið ágætt að fá þetta kannski aðeins fyrr svo ég hefði getað þá undirbúið mig vel til þess að svara þessu eftir bestu getu. En ég ætla að reyna að gera það hér og nú og ég ætla að þakka fyrir ábendingar og spurningar. En auðvitað fór vinnan fram í hópnum
sem ég hafði formennsku yfir og þar voru bæði Framsókn og Flugvallavinir og Sjálfstæðisflokkur með fulltrúa. Og við skiluðum þessari mannréttindastefnu af okkur í mikilli sátt. Ég ætla bara að ítreka það hér. Og ég ætla líka að segja að ég hef teygt mig ansi langt til þess að hlusta og verða og bregðast við ábendingum sem hafa komið fram og reynt að færa rök fyrir máli mínu af hverju við höfum hlutina með tilteknum hætti. Þetta pólitískt plagg, já, það það. Og það líka þannig að sveitarfélögin ganga oft fram fyrir skjöldu og gera eitthvað á undan ríkinu. Og það mikilvægt. Það ekkert fjallað til dæmis transfólk í lögum. Alþingi á algjörlega eftir að fjalla það. Sú lagasetning bara varla til og margbrotin. Þannig að við erum hér að ávarpa hluti sem skipta máli í samhengi hlutana og eru að banka á dyrnar hjá okkur. Þess vegna þetta mikilvægt plagg. Og nú ætla ég að reyna að svara spurningunum eins og tími gefst til, annars verðum við þá að taka þær á öðru vettvangi. En þeir hagsmunaaðilar sem við leituðum til og komu til dæmis á fundi til okkar, svo ég telji þá bara upp. Það var Öryrkjabandalagið, Félag eldri borgara, Samtökin 78, Umboðsmaður barna, Þroskahjálp, Tabú, Sviðsstjóra borgarinnar, formenn fagráða, Mannréttindaskrifstofa Íslands, Amnesty International, Rauði krossinn, RIK, MARK. Þetta var sett á vef borgarinnar, það var óskað eftir ábendingum. Trúfélögum voru það mörg að við ákvaðum að taka ekki, hefðu við tekið eitt trúfélag þá hefðu við líklega þurft að heyra í fleirum. Okkur vannst ekki tími til þess en við settum þetta á vefinn, við sendum líka skeyti og kölluðum eftir ábendingum og bentum fólki á að mannréttindastefnan væri á vefnum til skoðunar og til þess að skila ábendingum. Það auðvitað mjög mikilvægt að taka stefnuna upp reglubundið og skoðana, en einhver tíma þurfum við líka að setja punkt. Við þurfum að samþykkja þessa stefnu, meðal annars til þess að við getum hrint í framkvæmd stefnunni. Og út af þessum 9 þáttum sem hér hafa verið nefndir áður í ræðum. Hefur stefna verið lesin yfir á borgarlögmanni? Ég veit ekki formlega, nei, ekki til þess. En við leituðum álits borgarlögmanns á þessari grein sem við Hildur Sverrisdóttir borgarfulltrúi vorum einmitt að ræða áðan. Og með leyfi forseta ætla ég að lesa svar borgarlögmanns af því og það var hópurinn sem gerði það. Og með leyfi forseta, sæl líf. Ég hef yfirfarið neðangreint og til breytingarna vera mestu leyti efnisleg í samræmi við ábendingarna sem fram voru settar í umsögn borgarlögmanns. Ég vil þó benda á að þar sem annars vegar tekið fram, gæsalappir opnast, tjáningafrelsi starfsmanna ekki skilyrðislaust, gæsalappir lokast, og hins vegar gæsalappir opnast. Sú vernd og virðing sem alþjóðlegir sáttmálar og mannréttindaákvæði stjórnarskrár og lýðveldisins kveða á verður ekki vikið frá með vísa til tjáningafrelsins, gæsalappir lokast, efnislega ofaukið og bætir engu við hvað varðar gildi stefnunnar. Ég vil ítreka það sem kemur fram í umsögn borgarlögmanns að tjáningafrelsið varið í 73. grein stjórnarskrár og samkvæmt ákvæðinu það lagaheimild til þess að hægt sé að setja tjáningafrelsinu skorður að öðrum skilyrðum fullnægðum. Svo gerir borgarlögmaður í rauninni tillögu að einfaldari og skýrari texta og þarna voru við, svo ég fari aðeins yfir það, þarna voru við í rauninni að leita álits á setningu sem ekki mannréttindastefnunni, sem við einmitt tókum út eftir ábendinga borgarlögmanns. Og borgarlögmanni fannst kannski þetta ofaukið því að það var búið að segja þetta áður, en hann setti sig ekki á móti því að vísa í vernd annarra sáttmála að sú vernd sem hópar hafa verða ekki teknir frá þeim með vísan í tjáningafrelsið. Það bara svo einfalt. En það ekki verið að hefta tjáningafrelsi neins ef við höfum þessa setningu sem ræðir inni. Þannig að borgarlögmaður lagði til að heildartextinn væri á þessa leið með leyfi forseta
Reykjavíkurborg vinnur á jafnrétti starfsfólks síns meðal annars samkvæmt jafnréttislögum og sér til þess að hópurinn endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Reykjavíkurborg vill sem atvinnurekandi vera til fyrirmyndir á þessu sviði og muni því augnamiði nýta þau tæki sem felast í starfsmannastefnu og atvinnustefnu borgarinnar. Reykjavíkurborg virðir tjáningarfrelsi starfsmanna og hvetur þá til að benda það sem betur má fara á sínu vinnustama hagsmuni þjónustuþega að leiðarljósi. Starfsfólki Reykjavíkurborgar ber að gæta háttvísu og umburðarlyndis í störfum sínum við viðkvæma þjónustuþega og forðast að aðhafast nokkuð það sem brýtur í bága við mannréttindastefnu borgarinnar eða varpað geti rýrð á störf þess, bæði innan starfs sem utan þess. Honum fannst í rauninni borgarlögmanni bara þessari setningu of aukið, það væri búið að minnast á þetta. Þetta er varið í stjórnarskrá. Og þá hugsaði ég með mér og við í hópnum, það er þó bara allt í lagi að hafa þessa setningu inni. Hún er bara til ítrekunar. Hún er ekki til vansa. Hún heftir ekki á nokkurn hátt tjáningarfrelsi fólks. Og auðvitað á það ekki að vera þannig. En tjáningarfrelsinu eins og við vitum öll fylgir ábyrgð. Það halda áfram þá og þetta voru sem sagt þær athugasemdir sem við fengum frá borgarlögmanni. Og þá hef ég svarað spurningu 2. Svo spyr borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir er vinnan, með leyfi forseta, er vinnan og orðalag stefnunnar miðað við það að samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra hafi ekki verið fullgiltur. Breyti það einhverju að hann hafi verið fullgiltur. Við gengum út frá því að samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks að hann yrði fullgiltur. Það verður bara spurningum hvenær. Þannig að stefnan miðar við það. Og nú er búið að fullgilda það. Þannig. Og í hvaða jafnræðisreglu er átt við er síðan næsta spurning og þetta er auðvitað jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar 65. grein og hljómar svo með leyfi forseta að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernis, uppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Og á þessu byggjum við mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar. Þó svo að við ávörpum líka jaðarsett fólk. Það eiga allir að vera með í Reykjavík. Það eiga allir tilverurétt í Reykjavík. Og það er kjarni þessara stefnu. Og þannig viljum við hafa það. Í inngangi spyr borgarfulltrúinn, það spyr hér trúarbrögð og trúleysi og trúarskoðanir og spyr svo hvort það sé mikill munur og rétt á að samræma. Nei, við töldum þetta hreinlegast svona. Það að vera trúlaus, það er sá sem aðhyllist ekki neina trú. Trúleysi er ekki trú. Það er bara svo einfalt. Lífskoðun er síðan bara, þú veist, það er til lífskoðunarfélög sem að byggja á kenningum, til dæmis eins og kenningum húmanisma og fleira. Þannig að mér finnst að við þurfum að halda þessu mjög aðgreindu. Svo spyr borgarfulltrúinn með jafnréttislögin og já, þetta er alveg rétt. Sko, sjáu þið nú til. Við erum hérna bundin af lögum jafna stöðu karla og kvenna. Og það er alveg skýrt og eftir því förum við. En þarna erum við líka að teygja okkur lengra. Af því að það er til fólk sem vill ekki skilgreina sig sem kyn. Og þá er allt í lagi að taka tillit til þess í málfari og í orðum. Af því að þetta böggar okkur hín ekki neitt, þó við segjum kynja, þó það sé ekki einhver opinber stimpill á því að nú megi einhver vera hán. Þetta er bara tungumálið. Og þetta finnst mér vera til bóta og við eigum að halda þessu svoleiðis. Ég ætla ekki að tjá mig eitthvað tjáningarfrelsið hérna í 7. spurningu borgarfulltrúans. Það stendur tjáningarfrelsi á blaðsíðu 2, borgin virði tjáningarfrelsi starfsfólks en fylgist samt með því. Hvernig fer það saman? Það er enginn að fylgjast eitthvað með starfsfólki Reykjavíkurborgar og segja þú mátt ekki segja hitt og þú mátt ekki segja þetta. Þetta er auðvitað það sem borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir var líklega að vísa í
umræðan að einhver hafi fengið tiltal fyrir eitthvað á tilteknu tíma í sínu starfi. Það bara svona. En það auðvitað enginn að fylgjast með þessu. Eins og þú sér, ég hef náð á spurningu 7 en það eru 17. Ég hugsa að við verðum bara einhvern veginn að fjalla þetta. En ég ætla bara að fullvissa borgarfulltrúana það að það mjög vel að öllu staðið. Það hefur allt verið rætt í þaula og þetta súperstefna. Forseti vill benda á það sem þú ert ein á mælendaskrá, átt einar 10 mínútur eftir, hvort þú vilji bara halda áfram í 10 mínútur í viðbót. Það allt í boði hér. Gjör svo vel. Herðu, ok, þá bara höldum við áfram. Þetta bara svo ekki komið upp með ansvar. Herðu, jæja, ok, flott. Svo, þannig að ég vona ég hafi svarað, ég náðu samt að svara þessari spurningum tjáningafrelsið. Þú veist, það enginn, þú sem starfsmaður, þér ber auðvitað að veita tiltal. Og tiltal ekki, þú tekur bara einhvern veginn á skrifstofu og segir, þetta var ekki nógu vel gert hjá þér. Þú hlýtur að geta bætt úr þessu, það ekki? Og það hefur enga formlega merkingu í kjarasamningum eða í því starfsumhverfi sem við erum. Hins vegar allt annað mál þegar áminning. Það bara, þú veist, lögbundið ferli og þú þarft að fara fyrstu áminningu og svo aðra áminningu og svo þið kannski sagt upp störfum. Það allt annað. Þetta mál, ég ætla ekki að fara út í þannig, fyrst að við höfum að halda okkur hérna við mannréttindastefnuna. Gott og vel. Verkkaupi, Reykjavíkurborg sem verkkaupi og hver skilgreiningin á viðskiptum? Þetta bara eins og við borgarfulltrúar vitum að þá innkaupastefnan, innkaupareglur opinber innkaup, útboð og allt þetta, þetta alveg bara, þetta frumskógur og þetta bara allt í mjög svona þröngum römmum sko. Þannig að þú veist, viðskipti eru skilgreind í því sem að Reykjavíkurborg gerir. Ég skil reyndar ekki alveg hvað eru styrkir þarna undir líka. Nei, þeir eru það ekki. Það gerður greinarmunur á innkaupum sem borgin fer í, af því þar skýr lagarammi. Og svo eru þetta styrkir og það eru styrkjareglur borgarinnar sem að við samþykkjum og gerum. Það allt annars eðlis. Ætlar Reykjavíkurborg spurt ekki að eiga negin viðskipti með leyfi forseta við lönd sem hafa ekki til dæmis fullgilt mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna eða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eða samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks? Nei, það held ég bara ekki sko. Það sé bara svarið. En talandi það að þá eigum við auðvitað að stunda siðræn viðskipti. Og við eigum að stunda umhverfisvæn viðskipti. Og við eigum ekki að stunda viðskipti við fyrirtæki sem að nota barnaþrælkun sem dæmi. En ég ætla ekki að fara út í það á eftir að lengja umræðuna. Hamlandi áhrif staðlaðra ímynda kynjanna. Staðalímyndir kynjanna geta bæði verið slæmar og góðar. Fordómar geta verið jákvæðir og neikvæðir. Það bara þannig. Hins vegar ef þetta heftir kynin og tekur af þeim frelsið til að gera það sem þau vilja, burt sér frá þeim hefðbundnum hlutverkum sem hafa verið samþykkt af samfélaginu og þetta bara bundið í menningu, að þá það auðvitað eitthvað sem við þurfum að sporna gegn. Og það erum við meðal annars að horfa á kynskiptum vinnustöðum og þannig erum við að reyna að vinna bug á því. Og varðandi þessa tillögu borgarfulltrúi Birna Sveinbjörnsdóttir sem að þú lagði fram í mannréttindaráði, þá var búið að ákveða í minni tíð sem formaður að taka vel í hana og vinna markvisst að því að fjölga fagmenntuðu fólki í kennslu og líka þar með talið körlum og að reyna að jafna út þennan kynskipta vinnumarkað. Og það verkefni sem við förum í, já. Og kannski ræðum það líka hér á eftir í borgarstjórn. Mér líður eins og ég sé í prófi. Ég get bara ekki svarað þessu með sambærileg kjör kynjanna að við höfnum
því að Reykjavíkurborg fái jafnlaunavottun. Ég bara þekki þetta ekki, ég verð að viðurkenna það, kannski getur einhver annar svarað því. Ég skil ekki að við erum auðvitað að vinna mjög markvisst að því að uppræta kynbundin launamun í Reykjavík og okkur gengur bara þokkalega vel, verð ég að segja. En auðvitað má gera miklu, miklu betur. Varðandi það að trú eigi ekki að trufla störf á vinnustað, allt í lagi. Segjum að ég tilheyri kirkju spagettískrímslisins, skilurðu. Og í þeirri trúarsetningu að þá hefur mér verið pålagt að taka mér klukkustund á hverjum einasta degi klukkan 10 á morgni og borða spagettískál. Ég geti kannski verið í einhverju þjónustuveri og átt að svara í síman eða hitta skjólstæðinga eða hvaðina. Það myndi sannarlega trufla störf mín. Þannig að ég þyrfti að láta af því. Þetta hefur ekki komið fyrir hjá Reykjavíkurborg en við vitum ekki hvort að það getur komið fyrir. En við biðjum vinsamlegast starfsfólk að reka sín enga erindi utan vinnutíma. Og það gildir einnig kannski þá trúarathafnir sem krefjast þess að það taki frá vinnu. En þetta hlýtur bara að vera, sko, við erum ekkert að tala það að fara afsíðis og biðja í 5 mínútur að það sé bannað, alls ekki. Við erum ekki að hefta fólk í sinni trúariðkun eða í sinni trúarlífi, nema síður sé. En ef það hefur hamlandi áhrif á þá vinnu sem þú innir að hendi og þú bara getur ekki unnið, þá það náttúrulega til skoðunar, sama hvort það sé trú eða eitthvað annað. Er lóðarúthlutun án endurgjalds styrkur? Já. Er það ekki? Og svo það að það sé ekki enn búið að ganga frá samþykktum verkaskiptingu kjörinna fulltrúa og embættismanna. Ég átta mig ekki alveg á spurningunni hér. 14. Því miður. Þetta er orðið svolítið leiðilegt. Ég stend hérna upp og að hugsa upphátt. Þetta er kannski ekki alveg svo umræðuhefð sem að við erum að tala í forsætisnefnd að setja bóta fyrir fundin. En ég vil kannski bara ræða það bara í prívatsamtali, þannig að ég ekki alveg kannski með svörin hérna. En svo spyrðu líka svo spyr borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir af hverju vinnan hefur tekið svona langan tíma. Og það ætla ég bara að segja að það er ótrúlega tímafrekt að kalla fólk á fundi, ótrúlega tímafrekt að hafa alla með, það er ótrúlega tímafrekt að leita álits hjá öllum, ótrúlega tímafrekt að kalla eftir umsögnum, það kom sumarfrí, það voru persónulegar aðstæður fólks sem ekki var hægt að koma í veg fyrir og þar fram eftir götunum. Og þetta er bara svona eðli málsins samkvæmt gangurinn af því sem að gerist þegar við erum að. Og svo viljum við vanda okkur og við vildum ná öllu með. Við vildum að það ríkti sátt þessa stefnu. Það gerði það í hópnum og ég vona að við getum samþykkt hana í dag. Einhvers staðar verðum við að byrja. Já, þetta er fleiri mælið sko. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu. Það hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Sko, ég held að af þessari yfirferð varðandi bæði þær spurningar sem hafa vaknað og kannski skilgreiningar munur eða skilningur sem á þessari stefnu sem eins og ég nefndi í fyrri ræðu mínu nokkur atriði þar sem þetta gæti verið skýrara
það sem mjög nauðsynlegt fyrir svona heildstætt, svona grunnplagg mjög mikilvæg mál. Varðandi tjáningafrelsið, ég ætla ekki kannski í þriðja sinn að reifa hvað lögfræðina í því sem að hún lítur út okkar megin. En ég ætla kannski bara að fá að segja það að það augljóst að kannski skrifstofa borgarlögmanns hefur komið þarna að þessu með mismunandi hætti og með mismunandi svör sem kannski eðlilegt, þar sem þeir eru náttúrulega nokkur af þessari skrifstofu og lögfræði þess eðlis, en kannski sýnir einmitt mikilvægi þess að í svona plaggi á ekki að vera tækifæri til þess að maður þurfi að fara alltaf í málflutning til þess að þessi sameiginlegu skilningur á hvað stendur í svona mikilvægri stefnu. Í þessu ljósi út af öðrum þáttum eins og við erum búin að ræða oft hér, eins og með innkaupastefnuna sem að vísar í mannréttindastefnu og mannréttindastefna vísar í innkaupastefnuna, þó við vitum að það stangast á við aðrar reglur sem að borgin bundin af varðandi til dæmis að geta jafnræðis í viðskiptum og fleira, þá teljum við eiginlega augljóst að það væri að þyrfti aðeins að taka enn einn snúninginn á þessu. Ég ætla ekki að gera lítið úr því að þetta búið að taka tíma, en þá kannski ekki að klípa af tímanum sem hvað mikilvægastur, og kannski að til dæmis þá kannski skrifstofa borgarlögmanns myndi taka þetta til heildstæðrar skoðunar, bara svona svo við verðum ekki í því næstu árin að vera í málflutningum eitthvað svona grunnplagg sem á að snúast slík grunnréttindi að það algjör óþarfi til framtíðar að vera í þannig stöðu. Þannig að þetta svona óformleg tillaga á þessu stigi málsins fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna, en borgarfulltrúi Sveinbjörg að koma upp í pontu, þannig að forvitnilegt að sjá hvað hún segir, en áskrifum rétt að koma hingað aftur með þetta mál. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið að veita andsvar, það svarar andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta kannski gallinn við það að hafa lögfræðinga sem borgarfulltrúa. Það þarf alltaf að vera svo andskotið lagatæknilegt. Þetta auðvitað pólitískt plagg. Þetta pólitískt plagg sem byggir á mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna og öðrum slíkum sáttmálum sem við höfum þegar samþykkt. Þetta yfirlýsing. Hvað ætlar borgarlögmaður að segja það? Það ekkert þarna sem brýtur á réttindum fólks, þó svo að Sjálfstæðisflokkurinn vilja meina það. Þetta bara inngangur á því að hann vill ekki samþykkja stefnuna? Þá skal svo vera. Mér finnst eðlilegt að við samþykkjum þessa stefnu sem hefur farið marga hringi í margar umræður í hópi sem var þverpólitískt skipaður. Það borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Sveinbjörg. Ég alveg í ruglum núna? Hún ekki veita andsvar, nei. Jú. Það var víst að veita andsvari vera aðeins en að Lífar. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Það eru tvær Lífar. Já, það runnu saman eitt. Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúanum Líf Magnúðardóttir fyrir að koma hérna og leitast við að svara þeim spurningu sem ég hafði. Ég upplýsti í upphafi ástæðuna fyrir því að ég væri að koma fram með þær núna, og það ekki að ástæðulausu. Ég vildi svo sannarlega að ég hefði verið að koma með þær hérna fyrr. Þetta kannski ekki umræðuhefðin sem svo skemmtilegt og ég tek undir það með borgarfulltrúa Líf Magnúðardóttir og hlakka til umræðu á öðru vettvangi það. En ég braut samt sem áður held ég blað þar sem ég ákvaða í þessari svona málsmeðferð og ákvaða að senda spurningarna skriflega að minnsta kosti þannig að borgarfulltrúinn hefði þær, og ég sé það samt sem áður að það til mikill að bóta. Í ljósi alls þessa og hversu djöfulegt það að hafa svona mikið af lögfræðingum í borgarstjórn, þá sérstaklega minnihlutans, að þá ætlum við borgarfulltrúar minnihlutans, Framsóknar og Flugvallavinna og Sjálfstæðisflokksins, að leggja fram málsmeðferðartillögu. Kæri borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir, ég veit að þetta vont, að þar sem að við óskum eftir því að umræðunni, að atkvæðagreiðslu umræðunni verði frestað og tíminn sem og borgarlögmanni verði farið að samlesa yfir alla
áætlun, eða alla, mannréttindastefnuna. Vegna þess, og ég alveg að verða búin, vegna þess að það svar sem kom upp, að það hefur borgarlögmaður einungis lesið yfir hlutan sem tengdist tjáningarfrelsinu en ekki allan. Ég búin að benda á í máli mínu ákveðu ósamræmi og misræmi sem verður til endalausra túlkar, hártogana, ef þannig vill vera. Þannig að þessi tillaga hér lögð fram og ég sendi hana skriflega á ritara. Þá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að veita andsvar, einnig lokið við það að leggja fram málsmeðferðartillögu og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Líf. Nei, hún svarar ekki andsvari. Þá borgarstjóri næstur á mæl. Jú, hún ákveður að svara andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Forseti borgarstjórn, lögfræðingar eru ágætir, ég í sambúð með einum. Hins vegar þá var þessi mannréttindastefna auðvitað send til allra sviða. Þannig að borgarlögmaður las hana yfir og gerði ekki athugasemd nema það sem við kölluðum eftir sérstaklega. Af því það var umræða það í hópni, þessi tiltekna klausa. Ég ætla ekki að tala fyrir hönd borgarlögmanns, en ég velti fyrir mér tilgangnum af því að mannréttindastefnan, hún byggð á gömlum grunni sem hefur verið, sem stefnur hafa verið mótaðar út frá. Og viðbæturnar sem hafa verið settar inn eru ekki lagatæknilegar. Þannig að þá má ég spyrja kannski, og ég spyr mig að því, ef að borgarlögmaður segja, já, ok, þetta allt í lagi, ætlið þið þá að samþykkja? Og hvað ef hann segir, nei, þetta smekksatriði hér og ég átta mig ekki alveg á þessu, en ég hugsa að við í meirihlutanum ræðum þetta bara hérna aðeins. Það mér að meinalausu, en mér finnst ekki góður bragur á því að vera að taka mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar í 3. sinn til umræðu í borgarstjórn. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Ég geri ráð fyrir því að við yfirlestur hjá borgarlögmanni þá verði engar efnislegar athugasemdir, heldur einungis samræmingar vinna á milli kafla og orðanotkunar og hugtakaskilgreiningar. Ég fyrir mína parta get þá sagt við borgarfulltrúa meirihlutans að efnislega séð erum við ekki ósammála því sem þarna kemur fram. Heldur erum við að benda á að þarna tækifæri með því að hafa þetta svona að það séu endalausar hártoganir hlutina. Ég ætla að vona að meirihlutinn taki til okkar til afgreiðslu og ég lýsi því allavega hér með yfir að við borgarfulltrúar Framsóknarflokksins munum ekki gera athugasemdir við það, en við munum svo gjarnan vilja að fram að atkvæðagreiðslu að borgarlögmaður fengi það til yfirlestar. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Forseti, góða borgarstjórn, ég gleymdi einu og ég sendi ykkur borgarfulltrúum mannréttindastefnuna með þeim fyrirvara að það eftir að prófarkalesa. Prófarkalestur felur í sig líka samræmingu á hugtökum. Af því það kannski verið að nota, það verið að meina það saman þá eftir að samræma hugtakanotkun. Þannig að ég ætlaði að koma þessu áðan. En það náttúrulega ekki borgarlögmaður sem prófarkalesi eða samræmir hugtök, það náttúrulega bara prófarkalesari. Það borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið við það að svara andsvari og andsvörum lokið. Ég vil minna borgarfulltrúa á að senda þær tillögur til okkar, málsmeðferðartillögur sem hefur verið borin fram hér á fundunum til okkar, en þá tekur borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka borgarfulltrúum og sérstaklega frummælanda fyrir skurulega framsögn á þessu ítarlega og vel undirbúna mála, vil ég segja. Ég ætla bara að rifja það upp að það var í raun með semingi sem að afgreiðslu málsins var frestað hér í sumar, þrátt fyrir að flesti vera á því að
verið fram að það hefur verið undirbúið mjög ítarlega og sendt út með réttum fyrirvara og svo framvegis. En hvort það skýrðist af sumarfríum eða einhverju öðru að þá var beðið það og það var orðið við frestun í trausti þess að það myndi þá allir nýta frestinn sem, ef ég man rétt, frá því í júní til þess að fara vel yfir málið og koma ábendingum á framfæri. Það bárust að vísu einhverja ábendingar núna í dag en ég held að málið sé fyrir löngu fullbúið til afgreiðslu. Ég tek undir með frummælanda varðandi afgreiðslu á einstökum þá breytingatillögum en það er þetta að fara við það betur hér síðar á fundinum en ég vil bara ítreka þakkir fyrir þetta góða verk. Nýja mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar á gömlum grunni. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og óskar borgarfulltrúi eftir að veita andsvar eða fara á mælendaskrá. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti borgarfulltrúar, já, andsvar og ekki andsvar, bara því andsvar styttra, þá kem við upp í andsvar. En sko, ég held að, já, ég held við höfum öll, ég held líka, bæði útsendingar og bara samskipti okkar fyrir þennan fund, við vissum alveg að við værum að vinna með þetta alveg fram á síðustu stund. Okkur barst ekki þær breytingar sem þau orðið frá því við hittum borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur. Þá vissum við ekki hvaða atriði af okkar fundi hefðu verið tekin inn. Þegar við sjáum svo plaggið núna á sunnudaginn í tölvupósti, það náttúrulega var ekki sent breytt áður, þá sjáum við að það þarfnast frekari skoðunar. Og gerum þess vegna þær breytingatillögur sem við erum með. Við vorum svo sem búin að ræða það og ég held að við myndum bara ná einhverjum samkomulagi það núna bara á síðustu klukkutímum fyrir fundin eða bara hér á fundinum. En það er einhvern veginn ekki að gerast og svo það líka að koma í ljós og við erum greinilega að fá mismunandi upplýsingar frá skrifstofu borgarlögmanns. Þannig að ég sé bara mikla ástæðu fyrir því að aðeins að hægja ferðina. Þú veist, er svo mikið undir að við getum ekki samþykkt þetta bara næst í sátt og samlyndi. Svo mikið undir. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við það að veita andsvar. Þá andsvörum lokið. Það var andsvar við mig, svo. Óskar borgarfulltrúin eftir því að veita stutta, má ekki stutta? Já, óskar borgarfulltrúin ekki bara eftir því að gera stutta athugasemd. Hvernig verður það? Gjörðu svo vel. Já, borgarstjórn og forseti, ég vil nú að segja að þetta sé pínulítill fyrirsláttur í borgarfulltrúa Áslaugu Maríu Friðriksdóttur vegna þess að ég sendi Áslaugu Friðriksdóttur, borgarfulltrúa Hildi Sverrisdóttur, borgarfulltrúa póst 10. október þar sem að ég kallaði eftir þeirra athugasemdum eftir að við funduðum. Mér barst ekkert. Það sem ég þarf að gera, að því ég formaður þessari endurskoðunarnefndar, það er að ég þarf að senda breytingarnar til nefndarinnar svo hún samþykki. Ég ekki einræðisherra yfir þessari nefnd. Og það fór þannig að ekkert barst. Ég hafði hins vegar að skrifa niður athugasemdir sem að ég gat fellt mig við og gat sjálf farið með inn í mannréttindastefnuna til þess að heyra hvað nefndinni fannst þær breytingar, eitthvað sem að við ræddum og sem að voru athugasemdir frá þessum tilteknu borgarfulltrúum. Það rataði inn í stefnuna. Síðan hékk ég á stefnunni að því að var sífellt að bíða eftir því að athugasemdirnar bárust. Þær bárust síðan ekki fyrir útsend gögn, fyrir föstudaginn þegar við áttum að senda út gögnin. Þannig að mér þykir harla ómerkilegt að vera að kenna mér það að þær hafi ekki lesið stefnuna. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við það að gera stutta athugasemd. Þá gerir borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir stutta athugasemd. Forseti og borgarfulltrúar, það alveg rétt. Ég fékk póst frá Líf Magnúsdóttir eftir okkar fundsameilan þar sem við fórum yfir fjölmörg atriði sem við settum fram breytingar á stefnunni og hún tók niður. Og þá ályktaði maður auðvitað það að maður fá að sjá hvað ratar inn og hvað ekki.
maður ályktar það að sjálfsögðu finnst mér. Þann 14. sendi ég tilbaka hvaða atriði voru það sem við ætluðum að skila og sendi þér allavega eitt, textan strax. Hann fór strax inn. Svo bara heyrði ég ekkert meir hvað fleiri, við ræddum það nú einhvers staðar, ég man ekki á hvaða miðli, en sko, þú sér hvernig þetta er orðið, þetta er bæði ykkar og okkar, það er alveg rétt, en ef við ekki bara gera þetta vel, má þetta ekki bíða í 2 vikur. Það er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir, lokið við það að gera stutta athugasemd, við tökum bara stutt hlé á fundinum til að fara yfir öll þessi spennandi mál. Yes. Og líka Sveinbjörn búinn að senda líka námsnöfnir. Við fáum kaffi.
Fundi er áfram haldið. Þá er ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við þurfum að ganga til atkvæðagreiðslu nokkrar tillögur sem hafa verið bornar fram hér á fundinum og þá byrjum við á því. Ég vil biðja borgarfulltrúum að ganga inn í borgarstjórnarsal. Takk fyrir. Við byrjum á því að leggja fram málsmeðferðartillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallarvina það að leggja málsmeðferðartillögu að atkvæðagreiðslu máli verði frestað. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefi merki. Einhver á móti. Sú tillaga felld með 9 atkvæðum gegn 5. Við göngum í aðra tillögu á dagskrá sem liggur fyrir hér, fyrirgefðu, 6 á móti. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu málsmeðferðartillögu undir lið 1.3. Breytingartillögu að setja sér punktur og eftir varpað geti rýrð á störf þess. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefi merki. Það er samþykkt samhljóma og svo göngum við til atkvæðagreiðslu aðra breytingartillögu sem að hljóða svo að ekki verði vikið frá þeirri vernd. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefi merki. Einhverjir á móti. Sú tillaga felld með 9 atkvæðum gegn 6. Þá er borin upp breytingartillaga Sjálfstæðisflokksins undir lið 2.1.3. Setningin hljómi Reykjavíkurborg einsveitur sér að vinna gegn hvers kyns kynferðislegu ofbeldi og mansali. Af þeim sökum mikilvægt í samvinnu við lögreglu að sporna gegn rekstri staða þar sem kynferðisofbeldi þrífst. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefi merki. Einhver á móti. Tillagan er felld með 9 atkvæðum gegn 6. Þá berum við upp mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja hana gefi merki. Hún er samþykkt samhljóma. Þá göngum við til annars dagskrár.